Við erum 20 ára gamalt fjölskyldufyrirtæki. Við erum frumkvöðlafyrirtæki og fyrst og fremst þjónustufyrirtæki sem að þjónusta leik- og grunnskóla með veitingar í skólunum. Fyrirtækið er stofnað þannig að við innsetningu grunnskólana sem verður til á 10. áratugnum, á síðustu öld, þá verður til þörf á því að það þurfa að elda mat eða bjóða upp á mat í grunnskólum. Og þá var það pabbi minn, Axel Jónsson veitingamaður, sem var reynslumikill veitingamaður, sem sá þessa þörf og fór að þróa hugmynd að leysa þetta verkefni. Og út frá því verður til fyrirtæki Skólamatur sem byrjaði sína starfsemi 1999. Fyrirtæki var svona hefðbundið frumkvöðlafyrirtæki fyrstu árin og var í margs- og fjölþættri veitingastarfsemi. Og síðan er það 2008 þegar aðstæður í þjóðfélaginu svona breytast talsvert að þá jókst eftirspurn eftir heitum mat í hádeginu í skólum. Þannig að það má segja að á árinu 2008 þá vorum við tilbúin með flott konsept sem var mjög vel tekið á þeim tíma og þannig að sú breyting sem var þá leiddi til þess að eftirspurn eftir okkar þjónustu jókst. En samt segjum við það og minnum okkur stöðugt á það að þrátt fyrir það að fyrirtæki sé í vexti þá verður að afhenda hvern skammt í einu. Við þjónustum einn í einu og það er okkar motto, að vaxa ekki þannig að kúnninn sem er í viðskiptum við okkur, að hann gleymist. Í dag þjónustar fyrirtækið meir en 10.000 nemendur á hverjum degi og 5.000 til 7.000 skammt af öðru sem eins og morgunmat eða nesti yfir daginn. En okkar matur er unnin að mestu leyti í eldhúsum skólamatar í mjög stuttum framleiðsluferlum. Þannig að matur þarf ekki að bíða neitt, heldur er hann unnin frá grunni og afhentur neytandanum og það er búið að borða hann á 3 til 5 dögum. Og það tryggir ferskleika og eykur hollustu á matnum sem við bjóðum upp á. Skólamatur hefur farið í mjög skipulega að taka á matarsóun og nýtingu hráefna. Það hefur gert með því að mæla mjög nákvæmlega hvað fer að hverjum rétti í magni og við vitum mjög nákvæmlega hvað munu margir koma á hverjum degi. Og síðan höfum við farið mjög skipulega í það líka að skrá niður ánægju þannig að við séum rétti sem líka og nemendur vilja borða en eru samt sem hollir. Og síðan sjáum við mjög nákvæmlega líka vigtina á matarafgöngum og við skráum hana niður og mælum í hlutfalli við umfang. Þannig að þá sjáum við á hverjum einasta degi hvað mikið er í ruslinu á matarafgöngum og við höfum fundið mjög margar og fjölbreyttar leiðir til þess að minnka vigtina á ruslinu. En það er líka hluti af góðum rekstri að sinna umhverfismálum og nýta hráefni betur. Og við höfum komist að því að þetta er mjög fjölbreytt og ekkert endilega einföld leið við að taka matarsóun. Og það þarf öguð vinnubrögð og það leysist á tíma og með þekkingu sem við höfum byggt upp. Og við teljum okkur að ná gríðarlega miklum árangri í því að nýta hráefni betur og taka matarsóun, en á sama tíma að auka arðsemi rekstrarins sem við höfum fjárfest í auknum gæðum af mat sem leiðir til aukinnar ánægju nemenda og allt vinnur þetta í eina heild að við vinnum saman í því að bjóða nemendum upp á mat sem þeim líkar og þau klári matinn sem þau fá sér og skammta á sína diska. Og það hefur verið gríðarlega ánægjulegt verkefni að taka þátt í því.